Komið sæl og verið velkomin í fyrsta þátt fótboltanördans í seríu 2. Já, við erum loksins mætt hérna aftur í spurningakeppnina þar sem við ætlum að komast að því hver veit mest fótbolta. Til mín eru komnir fyrstu keppendur seríunar núna þessu ári. Já, fyrst það maður sem kannski búinn að gera sig að einhverjum knattspyrnu sögu prófessor eða eitthvað slíkt. Hann loksins hjá þér. Ég fann það þarna. Hann búinn að gera ótal þætti íslenska knattspyrnu og erlenda knattspyrnu sem í sögu en þetta auðvitað Jói Skúli úr Draumaliðinu. Vertu velkomin. Já, takk hérlega. Frábær kynning. Já, það öll betri hjá þér. Takk. Já. Nei, já, bara heiður að vera komin í það. Já. Bara frábært. Hinn keppandinn, hann markmaður ungur að aldrei var að spila sín fyrsta tímabil í bestu deildinni á liðnum tímabili áður en hann kom náttúrulega frá Fjölni í beint í KR. Það Halldór Snær Georgsson, verður velkominn. Já, takk fyrir það. Þetta verður áhugavert. Já, hvernig líst ykkur á korona? Þú veist, mér líst mjög vel á Halldór sem fyrst og fremst mannesku. Já. Ég sé bara þetta góð manneskja. Takk fyrir það, Vinnur. Sem sko hvert 2004. Já, þú veist, það er heil manneskja í aldri bara 13 ára á milli okkar sko. Þannig að þú veist, þetta getur brugðið beggja megin sko fyrir mér. Bara þú veist, hvar eru spurningarnar að fara að liggja? Þeir eru báðir Chelsea menn, þetta svona vinnur gegn mér að þú veist, spurningahöfundur. Þannig að ég svona, þú veist, getur farið báðum megin, en þú veist, verði ég ekki heilt yfir að setja mig á favorite. Já, ég myndi líka þess bara við Man City Grimsby. Þetta bara... Við munum samt, já, ok, já. En þetta gæti verið United Grimsby, þannig að þú veist, það er bara svona, þú veist. Já, nákvæmlega. Það er komin í smá brass og erfiða tíma aftur, en já, algjörlega. Það þannig, herðu, þetta já, liðinir eru nokkrir, við förum í hraðaspurninga, við förum í ferilinn, við förum í byrjunarliðið og almenna kunnáttu. Nýjan lið sem að verður í þessu sísoni sem tölfræðin og svo endum við á síðasti sjans. Þið þurfum ekkert að vita hvað allir þessi liðir þýða akkurat núna, ég fer í þá í hverju þegar við förum í hvern og einn, en eins og svo flestir þættir spurningar hefjast, þá ætlum við að byrja á hraðaspurningum. Hraðaspurningarnar eru 10 spurningar á 60 sekúndum og þið fáið sömu spurningar, þannig að annar eitthvað þarf að víkja á meðan hinn byrjar á að svara. Hvor ykkar vill byrja? Það bara reynslan, hann fara að velja. Já, ég skal byrja. Ég nenni ekki að standa upp með allt í kringum hann. Ég skal bara byrja þetta. Já, Halldór, þú mátt bara kíkja aðeins fram og tala við Elvar og Mati. Já. Þá byrjum við núna. Hvað heitir svissneska liðið sem Breiðablik spilaði við sambandsdeildinni á dögum? Pass. Frá hvaða félagi keypti Arsène Wenger Thierry Henry til Arsenal 1999? Juventus. Hvaða þjóð hefur oftast unnið HM? Brasilia. Frá hvaða bæjarfélagi er félagið Höfrungur? Það er frá Kópaskeri. Rangt. Er hægt að skora sjálfsmark beint úr aukaspinu? Nei. Rétt. Hefur Heimir Guðjónsson leikið með KA? Já. Rétt. Hver tók við íslenska landsliðinu af Heimi Hallgrímssyni eftir HM 2018? Erik Hamrén. Rétt. Hvert var síðasta liðið til þess að vera Englandsmeistari fyrir stofnun úrvalsdeildarinnar? Leeds United. Rétt. Hvaða ár var síðan fótbolta.net stofnuð? 2003. Rangt. Hvert var fyrsta félag Ryan Giggs á Englandi? Manchester United. Það er rangt. En 13 ára í Manchester City, en þú veist, já. Þetta það er það sem var verið að spyrja en 6 stig úr hraðaspurningunum, 60%, það þú náðu prófuna allavega. Já. En við náum í Halldór og sjáum hvernig spurningarnar fara í hann. Ertu tilbúin? Ég klár. Þá byrjum við núna. Hvað heitir svissneska liðið sem Breiðablik spilaði við í sambandsdeildinni á dögunum? Pass.
Frá hvaða félagi keypti Arsène Wenger Thierry Henry til Arsenal árið 1999? Marseille, Hvaða þjóð hefur oftast unnið HM Brasilia? Brasilia, Minn almáttur. Brasilia. Þetta er dómarinn hérna, við sjáum til. Ég þarf að Frá hvaða bæjarfélagi er félagið Höfrungur? Höfrungur. Já. Dalvík. Rámt. Er hægt að skora sjálfsmark beint úr aukaspinnu? Já. Rámt. Hefur Heimir Guðjónsson leikið með Káa? Nei. Rámt. Hver tók við íslenska landsliðinu af Heimi Hallgrímssyni eftir HM 2018? Erik Hamren. Það er rétt. Hvert var síðasta liðið til að vera Englandsmeistari fyrir stofnun úrvalsdeildarinnar? United. Rámt. Hvaða ár var síðan fótbolta.net stofnuð? 2003. Rámt. Hvert var fyrsta félag Ryan Giggs á Englandi? Unglingalið tekin með. Bara United. Það er rámt. Einnig Höfrungur er það á Þingeyri. það er á Þingeyri, vel gert. En dómara var Babbi í bátið þannig sem ég sagði þér eitt svarið, en fær þetta bara. það er mér að kenna og lélegt hjá mér, sko. þannig að gef þér það bara svarið. En 2 stig, Halldór, hefði getað að byrja betur, en allt er byrjun. góður, það er nóg eftir. Staðan þá 6-2 eftir hraðaspurningar. Ef við kíkjum aðeins yfir svörin sem að komu ekki þá sérstaklega. Breiðablik spilaði við Lausanne Sport, það fræga félag. Ég var ekki Ég maður. var alveg blank. Ég var Ég bara... gjörsamlega, sko, ég... Nei, hérna, ég myndi það ekki heldur, þú veist, og ég skrifaði þessa spurningar bara fyrir svona 2 vikum. Halldór, þú varst ekki með hvaðan Henry kom til Arsenal, hann kom frá Juventus. Kom frá Juventus, þetta er svo langt fyrir minn tíma, sko. Já, við vorum báðum með Þetta er Brasilíu. prime time hjá mér, sko. Já, hann er proffinn að præma, sko. Við vorum báðum með Brasilíu og Jói rétt hjá þér, Höfrungur er frá Þingeyri. Þú varst með það? Nei, ég var ekki með Nei, það, varst samt. ekki með það? Ég þurfti allan þinn tíma að hugsa og bara ég er búin að vera að pæla í núna í 70 Höfrungur, ég hef sekúndur. bara aldrei heyrt þetta áður, sko. Nei, ég er nefnilega, en ég myndi það ekki on the spot, sko. Nei. Það er ekki hægt að skora sjálfsmark beint úr aukaspinnu. Nefnilega það. Ef að boltinn fer í rakleitt í eiginnett ánu viðkomu í öðrum leikmanni, ber dómara að dæma hornspinnu. Jesus. Ég hef bara að segja já í bæði hann og Heimi, það er með 2 stig í viðbót. Já, einmitt. Má ekki missa hann langt fram þessu, sko. Heimir- Það er bara game over, sko. Heimir spilaði með Káa 1990. Já. Uh, 90. já. Þetta fræga ár, já. Hamren, hann náttúrulega tók við af Heimi. Leeds vann úrvalsdeildina 91 þá. Það var þið fræga ár. Já, 91. Einmitt. Já. 13 ári Já, kallar, sko. Þið giskuðu báður á 2003 að .net var stofnað, það var 2002. Já, þið varum tæpir. Já, og Ryan Giggs var í unglingaliðum Manchester City. Ef þú hefði spurt mig í hvað úlingaliðum var Já. Giggs fyrst, þá hefði ég vitað þetta, sko. Það eru Allt í góðum, allt í góðum. nökrar í fyrsta þætti, það er dómara Já, já. mistök. Ekkert mál. En Ég fekk allavega... dómarar eru mannlegir. Ég tók Brasilíu bara. Já, flott. Já, ekki spurning. Dómarar eru mannlegir, alveg svo leikmenn. Heldur betur. Þið þekkið það. Já. Nei, ég þekki reyndar ekki neitt. Hann þekki Halldór þekki það, það. Hann er mannlegur. Já, mannlegur. Það er bara þannig. Já. Herðu, við ætlum þá bara að vinda okkur beint í næsta lið sem er ferillinn. Þið væntanlega þekkið svona það bil hvernig þessi leikur virkar, en hérna í þessum þáttum þá fáið þið 1 lið í einu, stundum oftar, stundum meir en 1, það fer bara eftir hvað dómarinn vilur að gera. Og þið getur hæst fengið 5 stig ef þið giskið á í fyrsta liði, og svo 4, svo 3, svo 2 og 1. Og við Ferillinni, fæ ferilinn þá hjá leikmanni frá því hann byrjaði og... Já, ok. við byrjum á Báður að keppa á... byrjun, þeir eru báðir að keppa. Ok, og er þetta bjallana? Þetta eru bjölluspurningar. Það er fljótur að grípa í Já. Þá ætlum við bara að byrja á fyrsta leikmanninum sem að er frá 2015 til 2017. Atletico Madrid B, 9 leikir, 0 mörk. Fyrir fást 5 stig. Já, Er þetta kóki? þetta er ekki kóki. Kóki, það er gott gísk. Já, fínt gísk. Þetta er eina. Já. Fyrstu liðin er oft bara svona til ekki ská sko. Já. Það er búið til loftið. Ég ætla að segja... Nei, ég er ekki eins og með gísk fyrir þig, sko. Nei, fyrir bara fyrir 4 stiga flokkin, það er 2016 til 2017 fyrir hann á lán til Alaves, þar sem hann spila 32 leiki og skorar 1 mark. Það var ekkert eitthvað rosalega auðvelt strax, sko. Skorar 1 mark í 30 leikjum. 32, já. Já, ok, 32. Þá Það er er náttúrulega, það breytir miklu. Já. Ég er alveg með til að lifa aðeins prófanum að Já. hugsa. Ég ætla að...
Ég ætla að segja að það sé Diego Jóhannesson. Fínt gisk en ekki rétt. Nei. Ég er ekki með neitt eins og svo alveg svo er ekkert að kveikja á mér sko. Nei, og farið þrjú stig. Já. Ekki 13 stiga. Mhm. Hafa skrifið uppbóðið 2017 til 2019 fyrir hann til Real Madrid og þar spila hann 13 leiki og skorar ekki. Já, Halldór. Er þetta Theo Hernández eða? Þetta er Theo Hernández. Bingo maður, bingo í sal. Vel gert Let's hjá go. Halldóri 3 stig Stórt á múti og prófanum. Þetta var vel gert. Já, takk búin fyrir að það. minka munin hratt. Munar 1 stig núna. Hernandez. Theo Hernández. Þetta var vel gert. Mundur oftir hann í Alaves. Þarna kom Aglavissi sko. Já. Ég vissi það, ég vissi það. Ég var aðeins að prófanum að hugsa. Það var sko, já, það var langt í þetta hjá mér. Þetta var aldrei að fara að koma. Næst náttúrulega hefðu komið Sociedad á láni og síðan AC Milan og Al Hilal, það sem hann er núna. Þetta hefði komið hjá mér í AC Milan í fyrsta lagi sko. Já. Við förum í næsta leikmann í ferlinum sem að er 2000 til 2006. Wolverhampton Wanderers, 212 leikir, 13 mörk. Hann er með 13 markana. 200 leikir. 212 leikir, 13 mörk á 6 árum hjá Wolves 2000-2006. Svolítið fyrir minn tíma, prófin verður eiginlega. Ég þarf eiginlega að stiga svolítið upp hérna. Já, þetta er Jói. Ég ætla að giska á þetta sé Roger Johnson. Það er ekki rétt. Nei. Það hefur rosaldi, hann er náð Já. þessu Það maður. hefði verið svakalegt. Ég er ekki mikið. Það ég hefði er verið ekki alveg maður að mikið- spyrja Við förum um þetta, sko. nær og nær þínum tíma náttúrulega eftir að sem tíminn líður náttúrulega á hans ferli. Já, já. 2006 til 2009 Everton 113 leik. Þetta er Jói. Julian Lescott. Julian Lescott er rétt. Prófin og með þetta. Grínast. Vel gert og Jói fyrir upp í 10 stig þeir eru fljótir í ferlinum. Þetta var gott. Já, Það var vel gert. ég nefnilega gleymiði alltaf að hann var í Wolves. Nei, ég myndi að reyndar alveg sko, en þú veist, hérna, ef þú hefði spurt mig hvar byrjaði Julian Lescott fyrirlin, þú veist, Já. þá hefði ég alltaf verið með það, en þú veist, svona kannski ekki, maður sem ég tengi sérstaklega við hennan tíma, sko. Nei, maður, svona, ég tengi bara miklu meira við, þú veist, Everton og City, sko. Já, já, klálega. Svona sitt í kappi. Já, Já. Evertón. já. Ég er svona frekar, Já. ég varst þetta aldrei að fara að vera með hennan. Þetta er bara flott að hann hafi tekið þetta. Herði, síðasti leikmanninn í ferlinum, áður en við förum í annan lið, þá er það 2014 til 2016. Ok. Bolton Wanderers, 26 leikir, 1 mark. Þetta er Gary Cahill, eða? Fínt gisk, en ekki rétt. Svarrétturinn kominn á Jóa. Nei, ég er ekki með neitt. Nei, ég efast að næsta leið er að fara að gefa okkur eitthvað mikið, en fyrir 4 stig, ef ykkur langar að giska, þá fer hann til Berry á láni og spilar 1 leik. Já, hörru. En Ok, ég er ekkert að pæla í Bury, ég er bara að halda áfram að pæla já. í Bolton. ef ykkur langar í hendi annað gisk, þá er svarrétturinn aftur opinn. Já, einmitt. Hvað skor hann ekki 1 mark hann í Bolton, eða? Jú, þetta er Jói. Ég ætla að segja að þetta sé Íslandsvinnurinn Rob Holding. Það er líka bara hár rétt. Þetta var svakalegt Á snæp. Bury, á leikurinn hjá Bury. Já, þú manst eftir honum. Já, já. Þetta var rosalegur leikur. Hann veit allt þessi Þetta gæði. var gott, þetta var gott. Já. Þetta var náttúrulega rosalega leikur hann hjá Berry, sko. En næst hefði náttúrulega verið 2016 til 2023 Arsenal, Já. 98 leikir, 2 mörk. Þá hefði þetta líka til komið hjá okkur báðum. Og svo hann að Real Salt Lake, hann ekki þær daga. Hann er hjá Colorado Rapids. Hann er á Rapids. Það sé að Það er að gera vel þar, hann er Já. að skora 10 slumur þar. Er það ekki? Á æfingum. eftir, já, áæfingum. Eftir Arsenal það var það Palace 0 leikir náttúrulega. Sheffield United Alveg lán rétt, já. og Colorado Rapids. Þá fyrir við í byrjunlið. Ok. Byrjunlið virkar þannig að ég ætla að nefna eitthvað lið sem að spila einhvern leik og þið ætlið bara einfallega að skiptast á að nefna leikmenn sem byrjuðu þann leik. Þetta er að lélur í þessu sko. Í því liði Býtu, já, þú bara fara að gefa okkur einhvern leik. Já. Ok. Já. segi bara Og ég já, þarf að giska að það er bara eitt lið sem er undir, það ekki er bara, allir bara leikir. eitt lið sem er undir. Ok. Það er svo El Grande, Síðan gerum við þetta tvisvar. Hálfgert, já. Já. Menn panika svolítið það. Síðan gerum við þetta tvisvar af því það er náttúrulega 8 að tala. Já, ok, já, ok. Annar ykkar fær einu meiri gisk Já. í sikkur liðinu. Ok. Dóri, þú ert undir þannig að þú mátt byrja á að giska á fyrsta leikmann í Argentínu, úrslitaleik HM 2022. 3-3, jafntefli 4-2, vító gegn Frakklandi. Þar sem að þú, já, bara mátt nefna einn leikmann sem að byrjaði í þeim leik fyrir Argentínu. Messi. Messi, En þetta er bara leikmenn sem byrjar leikina ekki. jú, Já. Messi það er rétt, það er 1 stig fyrir Halldór. Og tek ég Emi Martínez. Emi Martínez, það er rétt hjá Jóa, Halldór. Alvarez.
Alvarez er rétt hjá Halldóri. Enzo Fernandes. Enzo Fernandes er rétt hjá Jóa. Di Maria. Di Maria, það er rétt hjá Halldóri. Mér langar alveg rosalega að segja Rodrigo de Paul. Það er líka bara rétt. Romero. Romero er rétt hjá Halldóri. Já, Kuti. Já. Ég sá bara fyrir mér varamarkmannin geða. Já, Sergio. Já. Nei, þetta er Kristján. Já, einmitt. Það voru ekki 2 markmenn inn á hjá Argentínu í þessum leik. Hver er... Hét hann ekki bara Acuna, hægri bakurinn? Það er vissulega argentísku leikmaður sem heitir Acuna en það er nokkrir? rangt svar. Ok. Er það búin að tapa það? Nei, það er bara, við höldum áfram 11 skipti og hérna Við erum bara, þú veist, það eru 11, þú veist. 11 gisk tótal. Já. Já, ég vinn ekkert bara út að hann klúrar. Nei, þú bara færð ég sigur hann. þá Er það að segja Otamendi? Otamendi, það er rétt. Vörðinni. Molina. Já, Vel ég gert. hann maður, ert að grínast. Nahuel Molina, það er hægri bakurinn þannig. Við eigum vinstri bakurinn eftir og 1 miðjumann. Já. Síðasta giskið Halldór, gjör þess vel. Að takla Fíko í bakkuna með það. Það er rétt. Vel gert. Flott. Vel Hver gert. var á miðjunni? líka? Halldór með alla sína rétta, Jói með 1 ránt. Eina nafnið sem að vantaði var stórsliði, Alexis McAllister. Auðvitað. Annars var Það er liðið ekki stórt liðið samt. En þú veist, Já. liðið alveg. Já, stórt nafn. Ég var ekki að, Nei, ég var ekkert að kveikja á Ég hef ekki kveikt á hann. Liðið var Emi Martínez, Tagliafico, Otamendi, Romero, Molina, McAllister, Enzo Fernandes, De Paul, Di Maria, Alvarez og Messi. Já. Var ekki Molina sem kláraði þetta? Jú, Í daginu? heldur betur, já. Messi á nén og Jói, þú mátt þá history. byrja í hinum byrjanliðinu Ok. og það er örlítið aftur að tíma, ekkert svakalega langt, örlítið. Portugal, úrslitaleikur EM 2016, 1-0 sigur gegn Já. Frakklandi. Frammi var CR7. Hann var vissulega frammi. Patricio. Rói Patricio, þú ert náttúrulega með markmannuna Halldór, vel gert. Þetta. Læra. Pepe. Pepe, hann er þannig. Renato Sanchez, var hann ekki á miðjunni? Renato Sanchez, hann var vissulega á miðunni. Var frábær gegn Íslandi á þessu móti. Þegar hann kom inn á. Ég ætla bara að segja Nani. Nani, það er rétt. Ég ætla að segja það núna sko. Er þá að segja Moutinho, var hann ekki eitthvað að trilla miðjun hana? Svo að Moutinho er því miður ekki rétt svar. Jésús Kristus. Heitir hann ekki bara Mario sem er hann á miðinni? Svo á Mario. Jú, hann heitir svo Mario. Það er kongurinn, hann alltaf byrjaði ekki leikinn inn á. Hann kom og kláraði, stakkið sem hníf í frakkana. Hverjir voru hann inn á líka? Þarna, hvað hétt það? Var það gamalt kallan í vördinni með Pepe? Jú, Ég gef ekkert upp. ég er Ég er helvítið tómur í þessu liði sko. Hundleiðilegt liði sko. Hverjir voru í bökkunum hana? Það voru ekki mestu skemmtikraftanir. Nei, ég Hvað? Það er að segja, 6 játtöfli eða? það er að segja Portugalinir. Já, það ekki. Það er eitthvað rugl. Já, Þeir unnu 3 þetta jafntefli í leik. riðlinum og svo allavega 2 vító sko. Og náttúrulega fari í framlengingu 0-0-90 hann í Svo kom Eder. Svo kom Eder. Haldið hann inni. Svo kom Eder. Herru, ég bara, þú veist, hvað er hann alveg í vördinni eða? Ég er að... Það er enda mjög fínt gisk, Bruno Alves, Já, ég var- algjör geit, Hann en var ekki það verið- er Var ekki alveg að rétt. pæli því sko. Já, það verður fínt að þú hefði tekið hann. Já. Ekki ranga. Alltaf, þú veist, það er svona narkost lúka á Bruno Alves, sko. Já. Já, hann er smá líka eins og Danny Trejo, Já. leikari. Sko, ég ætla bara að segja að bara að segja að kóngurinn að byrja hann leik. Quaresma. Quaresma, nei, hann byrjaði ekki leikinn. Síðasta giskið þitt, Halldór. Við eigum kantinn eftir það ekki. Eitt kant held ég nema að Sanchez hafi verið einhvern veginn. Já, held ég að við eigum sko kant, hafsend og bakverði og miðjumann eftir. Já, þetta er ekki nógu gott. Bara ég bara er að hugsa bakverði. Það er ekki margi sem... Nei, ég er klár með gisk sko ef að... Já, ég er bara tómur sko. Ég er bara... Bara segja Portugala. Ha? Þú heldur að sé villust, bara segja Portugala. Jú, ég bara... Ég nenni ekki að segja eitthvað gaur sem var bara... bara ég akkaflega ég... Það ég veit ekki. Enda bara hérna í hvað heitir hann hérna? Ungi sem er í FM Legend núna í Porto.
Hver er það? Það veit ég ekki. Er ekki spila hann í efnleikin? Nei. Jói skulir í því. Ég er löngu hættur. Svo Reiko. Það er svo Svo mjög. Reiko heitir hann. Sko. Já, ég er tómur. Ég er með sko. Halldór. Ég er með sko. Tveir sem að ég er að pæla hérna. Annars vegar sko ég held að Rafael Guerreiro hafi ekki verið hana, en ég ætla að segja Eliseu hafi verið í bakverðinum hana. Já, þú hefðir frekar átt að halda þig við Rafael Guerreiro því að hæsta. hann hefði verið rétt svar. Hvað var hann en gamall Eliseu þá ekki eiginlega? rétt. Ha, Hvað var hann? 18 ára Mér þá? örugglega- Nei, er hann ekki hann alveg 99 eða 8 eða eitthvað? já, allir hann ekki, já, hann er ungur hann en ekkert alveg það ungur sko. En En 94. Ég man, já, hann er Þetta var alveg. svo að tala um þetta fyrst. Elisá. Hann skoraði á móti Íslandi en einhvern skrýmer, en það var sko 2011-12 sko. já, Já, ég verið 6-7. Já, en á Drekavöllum leikurinn hans Hadda Jónasar, sá frægi. Dregavöllum. Já. Er það ekki það sem Chelsea tóku meistaraldina á sín tíma? Var það? Portovöllum? já, Já. já, jú. Það- Ok, Havertz. já, þetta er leikur sem ég regist, þetta er ekki eitthvað COVID-leikur. Nei, þetta er bara þegar við vinnum meistaraldina. Óvilligur. Rosalega stórt. Herru, Herðu, hérna liðið sem að þið komum með Rúi Patricio, hægri bakverði var Arsenal maðurinn Geði Cedric. já, ég hef aldrei náð hann samt. Nei, Cedric Suárez. Já, hliðin á Pepe í vörninni var Josef Fonte. Já, maður átt Southampton. að vita það. Rafa Guerreiro í vinstri bakverði, svo vorum við William Carvalho í djúpu á Já. miðinni. Þeir vorum með Renato Sanchez og Joe Mario. Svo framlínan svolítið skrítin, þeir vorum með Nani og Ronaldo og svo var Andrei Silva. Það er aldrei mun eftir honum. Nei. Aldrei. Ég hefði ekki tekið neitt af þessum gaurum held ég sko. Nei, og William Rico. Carvalho hefði sko, já, Jose Font og Guerreiro, þeir hefði átt að koma, en þú veist, restin, ég hef ekki mun eftir. William Carvalho náttúrulega sko átti náttúrulega að vera bara besta sex í heim. Jú, jú. En Já. síðan gerðist það út í Ég veit ekki, kannski var hann það sko, hann var bara alltaf hann í Betis, var það ekki? Jú, jú. Bara, er ennþá kannski, nema hann er mjög líklega farin til Saudi, ef ég ætla að giska. Já, reyndar, ég hef ekki tekkað því. Monnikall. Já. Algjör Monnikall. Já, bara þægilegur í Betis, með svona þetta 80s lögreglu lúk einhvern veginn, í einhver svona sjónvastætti. Já. Hvað er Eder núna? Ég er ekki, það er Saudi kall, Saudi lykt á. Já, það er ekki Ef hann er bara með ennþá. marki. Það er ekki bara með marki á repeat. Það er mjög líklegt. Við förum í næsta lið. Staðan núna er 22 stig fyrir Jóa og 13 stig fyrir Halldór, en það er ná af stigum eftir Já, já. pottinum. Og fjölbreytti lið er eftir. Núna. En núna förum við í eitthvað allt annað en fótbolta. Við viljum að koma með 5 spurningar í almenna kunnáttu, þar sem að, já, það er oft talað um að fótbolta knattspyrnu áhugamenn stígi ekki beint í vitið, sem að ég kannski er ekkert endilega sammála, en við viljum að komast að því og sjá hvort að þið vitið eitthvað um eitthvað annað en fótbolta. Ok, og það er hérna. Þetta eru bjölluspurningar. Og fyrsta spurning í almennu kunnáttu er einföld. Er Plútó reikistjarnan? Nei. Það er rétt hjá Jóa. Þið var snöggur maður. Það gildir að vera snöggur hana. Ég þarf að vera snegri núna. Í önnur spurning í almennu kunnáttu, hvað er kvadratrót tölunar 16? Þannig voru þið mjög nálægt góðaðurum, en mér síndist og heyrðist Halldór vera undan. 4 eða? 4 er rétt svar. Það er svo slæmt. Ég giska á það, en ég var samt ekki svona 100% sko. Ég var svona smá að vilja að þú fætir ekki. Þetta hefði lítið illa út að þetta er rátt. Já, ég er fljótur og svo veit ég ekki neitt. Shit, maður. Það eru þriðja spurning í almennur kunnáttu. Úsó, stafað O-U-Z-O, er þurr líkjör með anísbræði. Frá hvaða landi kemur drykkurinn? Japan. Það er rámt. Yes. Ekki nema 196 lönd eftir. Nei, Já. Ameríku. Það er ekki heldur rétt. Það er svo stórt að fá þetta stig. Já. Þetta er frá Gríklandi. Já. Fjórða spurning og næst síðast spurning í almennur kunnáttu. Í Disney kvikmyndinni Hercules gefur Seifur nýfættum Hercules gjöf sem hann býr til úr skýjum. Hver var gjöfin? Það er Jói. Pegasus. Pegasus er rétt. Ég hef ekki séð þessa mynd, þannig að... Þú verður að sjá hana. Ég var að treysta á minn maður, en ég var ekki verið að sjá þetta heldur, sko. Síðast spurning í almennur kunnáttu og þetta er þengjar. Hvað eru margar doppur á pari af venjulegum 6-hliða teningum? Hæ? Hvað eru margar doppur á pari af venjulegum 6-hliða teningum? Bara á öllum tinnum. Já, margar doppur á pari
sem sagt á 2. Það er, Jói, 21. það er ekki rétt. Þetta er vandræðalegt. Tældi þetta bara? Já, ég sé hvað ég gerir villina. Ég er búinn að finna hann nú. Veitu, skottin. Þú ert búin að finna villina. Já, ég fann villina. Ég er ekki búin að finna villina. Það er verðt að fandamáli, sko. Það er eitthvað svona trikk og svo mætir Jói með svarið núna í grillaða mér. Nei, ég er náttúrulega bara búinn að svara. Já, búinn. Ég er búinn að Hann svara. fær ekki gisk aftur, sko. Nei. Þetta er ekkert trikk. Bara, þú veist, ég er bara skeit. Þú skeist. Ég er lögfræðingur. Ég er ekki að reikna á, Þú better, segi ég. já. Ég er bara eitthvað gómur, sko. Þetta er... Ég veit ekki, ég tók 20 eða? Það er svo sem fínt gisk eftir að Jói komið 21, en Jói, ertu með 25, vantarlega. Nei, Jói. þetta eru á pari, á 2 teningum, 42. Já, Oh my god, maður. já, byrjuðu Er það sem þú gerir þér? Byrjuðu Villuna. 60, Hvað já. sko 21 var nefnilega rétt á 1 tening. Já, það, ég bara, pari. Hvað vill er, já, eftir ég fór í skrifblokkina, þá fór ég að drulla á mig, sko. Já, okay, Ég var alltaf með Nei, ok, 21 ég á pældi ekki í einum, því. sko. Ég Já. fatt ekki að þetta verið 2. Já, Ég- ok. Ég reynda sko hérna... Nei, ég fór bara að reikna aftur af því þetta var vitlaust um mér. Ég er bara Þetta var já. 21. Já, Þú varst flott. alveg með Já, þetta. já, Ég varst já. að trikka mig og ég bara skeit líka. Já. Þannig er einmitt sko, rewinded tape, ég saði pari held ég 2 svar 16 og sinnum saði líklega. 2 teningar held ég 2 svar. Þannig að Já, ok, ég heyrði ekki 2 teningar. Ég heyrði eitthvað Ég heyrði par og ég par, reyndi já, bara eitthvað svona, já, Ég var ok. fann að hugsa 2, 4, 6. Þú voru- Já, já, já. þið voru komnir ótt djúpt í pælingar að það hættir að hlusta. Já, já, sennilega. Já. Jesus Christ. Herðu, næst síðasti liðurinn, það er nýr liður frá því í síðustu seríu. Þetta er tölfræðin, nýtt útskýran fyrir ykkur. Þetta eru engar bjöllur eða neitt þannig og engin tímapressa á okkur heldur kem ég með spurningu til ykkar. Svarið er alltaf einhver tala. Þið ætlið bara að skrifa niður hvað þið haldið að rétt tala sé og sá sem er nær frá stíð. Ok. Fyrst, þú fór 4 spurningar í tölfræðinni. Fyrsta spurning er: hvað hefur Sergio Ramos fengið mörg rauð spjöld á ferlinum? Þetta er 30. 30 sér Halldór og Jói með 22. Rétt svar er Það er 30, þannig að Halldór er bara með þetta bang on Já. og Það er bara færi að ég hef að skoða þetta, það er verið í ganglunum. Já. Næsta spurning í tölfræðinni, það er, hún hljóða svo: Brad Friedel er með metið yfir flesta leiki spilaða samfleytt í Premier League. Hversu margir eru þeir? Jói, hvað er þetta þú ekki skáðana? 370. Hvað er þú með Halldór? Ég sagði 180, það er nú frekur lítið. Rétt svar er 310, þannig Jói er nær þarna og fær stíið. Bara leik eftir leik eftir leik. Jesus, Já. hvað náði að Já. spila. Þetta er alveg. Reynsli. Þriðja spurning í tölfræðinni. MLS-deildin hefur árlega draft til að velja nýliða í deildinni. Hversu margir leikmenn eru valdir í hverri umferð? 22 aftur. 22 er giskið hjá. Ég sagði 20. Rétt svar er 30, þannig að Jói er nær. Ég finn stíðina, sko. Á ekki við þessu. Herðu, loka spurningin í tölfræðinni er svona. Rogerio Ceni, sá frábæri markvörður, skoraði 131 mark á ferli sínum sem leikmaður fyrir São Paulo. Önnur tala veikur þó mikla meiri athygli en engin leikmaður hefur leitt liðsið sitt oftar til vallar sem fyrirliði en Rogerio. Hversu oft var hann fyrirliði á sínum ferli? Ég segi 650. Hvað segir þú, Halldór? Það er 700. Rétt svar er 964, þannig að Halldór fær stíið. Ef það kemur markmönnum við, þá er það bara... Það er með á lás. Já. Já, En það fari ég 200 og okkur leikjum frá þessu, en Já. það skilaði mér sann stínu. þetta er náttúrulega galinn tölfræði. 964 leikir sem fyrirliði. Hann er komið ákveðist reynsluðan í lokin. Já. Já, Hann hefur séð Ég þetta. sé þetta allt. Ég sé þetta allt. Óhætt að Hann í segja búrinu. það. Já. Heldur betur. en þá förum við inn í lokaliðin og staðan er 26-16 sem að, og það er ennþá opið fyrir því, Halldór. Já, já. Ha? Nú þurfum við bara að slökka á Jóa og ég fer í gang. Í Og alveg síðast- rönn. Í síðasta sjens fáið þið sitt hvora spurninguna og þið fáið að velja
erfiðleika stig þeirra. Það er 3 stiga, 5 stiga eða 10 stiga spurningu. Hvað eru margar slíkar? Þið fáið bara eina á mann. Já, ok. Ég ætla bara að fara í 10 stykki. Halldór, þú ætlar í 10 stiga spurningu að reyna að freista þess að jafna á hann Jóa. Já. Hún hljómar, bara staðfesta það, þú fyrir 10. Það er bara 10, bara all in, bara klára þetta hérna. Hallur Kristján Ásgeirsson. Hann þjálfaði mig, sá mikli kóngur. Það er svolítið, já, í Fjölni. Já, hann er alvöru kóngur, vinner. Hann er óumdeilanlega félagsskipta kóngur Íslands, en fáir hafa afrekað að skipta jafn oft félag og hann. Hversu oft skipti hann félag á sínu ferli? Það eru náttúrulega einhver 100 lið, sko, en... Þetta er ekkert eðli, þetta ætti eiginlega að vera 100 stiga spurning. 10 stiga spurningar eru mjög erfiðar. Ég meina, þú veist, akkur ég ekki bara með þetta? Hann þjálfaði mig, þetta er lélegt, ég sé ekki með þetta. Já. Ég ætla... Ég er endur að muna að hann þjálfaði mig líka. Hann er þjálfað alla þessi. Það gera það vel. Hann náði ekki norður að þjálfa mig, sko, greinlega. Nei. Hann náði ekki þangað. Nei. Hann er komin í Haukar núna. Já. Nú eru komið einhverju vondigistar. Það er bara þannig. Já. Herru, ég ætla að segja bara... Þessin var ég svona lélur, að þið komst ekki að þjálfa mig. Það og margt annað. Já. En ekki bara segja... Ég langar að segja 35, er það meira? Er það Lúkas svar? 35. Ótrúlega sagt, er það rétt svar hjá Halldóri? Þessar senur. Þetta er að galna ótrúlegt. Allir á skýju með þetta lás. Ég hugsaði sko, ég hugsaði að þetta væri svona rétt rúmlega 30. Þannig að ég var svona, ok. Það var rosalegt. Og Halldór jafnar metin. Remontada, sagði ég. Þú verður að fara í 10. Ég ætla ekki 10. Nei. Profil að vera lítill. Það er þá 3 stiga, 5 stiga eða 10 stiga spurninga á Jóa. Profil, þú fær í 5. Fyrir sigurinn. Já, ég verða að fara í 5. Ég verða að fara í 5, ég er alveg sammála því. Ég verði að fá sudden death í hérna, sko. Já, það var örugglega stemming. Það tekið hann. Já, tökum 5. 5 stiga spurningin, milli stigs spurningin. 1 lið frá Skandinavíu hefur fagnað sigri í Evrópukeppni í sögunni. Hvert er liðið? Ekki vera með þetta. Tala sem sagt Evrópukeppni meistaraliða. Já. Það er Malmö eða Gautaborg. Ég vil segja Gautaborg. Gautaborg, svarið frá Jóa. Og það er rétt til að hamingju með sigurinn Jói. Sko. Það er enda mjög þægilegt að hafa tryggt þetta með þessu svari sko, eftir að þú tókst þarna 10 stig. Jöfullinn hafið. Það er svona establishing dominance aftur sko. Gautaborg vann að vera búin að klúra þessu. Gautaborg vann tvísvar, 82 og 87. Hver var að þjálfa liðið? Ég er ekki með það, en Malmö hefur náð... Sven-Göran Eriksson. Já, Malmö hefur náð í úrslit 1979 en tapaði fyrir Forest. Já. Það var rosalega keppni. Já, hún var skemmtileg sko. Ég hefði tekið hvern annan sem er en að lenda í proffarinn fyrstu umferð. Þetta er náttúrulega bara þetta skrimsli. Þú sér það, hann er með allt á lás. Erum við að tala favorite í seríunni? Ég mun halda með honum. Það er bara þannig. Þetta verður minn maður í keppni. Þá veit ég líka að ég var næst bestur. Sko. Það verður enginn jafn nálægt að vinna hann og ég. Sko. Nei, það verður fróðlegt að sjá. Það munaði nú svo bara 5 stigum. Það munaði bara þessari loka spurningu. Ég meina, prófinn var með þetta á lás niður. Hann þetta að taka 10 stigin. Það var svo rosalegt. Hvað hefði ég fengið í 10 stiga spurningu? Herðu, í 10 stiga spurningunni þá hefðu fengið. Já, ég náttúrulega ætla kannski að nota hann í aðra, þannig að þú farið það kannski offer. Ok, gerum það. En Halldór, bara virkilega gaman að fá þig, stóðst þig gríðarlega vel. Takk fyrir það, ég reyndi mitt besta á móti þessum Mér varst að standaði mjög vel, sko. Þetta var bara fair play. Já, klálega. Jói, við sjáum þig aftur í áttulegaslutunum. Já, heldur betur. Þú mætir einhverjum sem að þannig, já, vonandi hefur staðið sér vel í 16 liða. Nei, ég vona að einhver hefur skriðið í gegn og verður... Það skiptir engum máli, hann bara mætir og tapa ekki þessum sliða, sko. Það er bara þannig. Drátturinn verið í beinni á, nei, það er nú ekki alveg það serious. En þá bara segi ég takk fyrir mig og gaman að vera komin aftur hérna í seríu 2. Sjáumst aftur bara að viku liðinni. Yes. Takk fyrir. Takk.